Óhætt að segja að Akureyri sé í dag nokkurs konar miðstöð málefna norðurslóða. Í háskólanum á Akureyri boðið upp á ýmiss konar nám sem tengist norðurslóðum og á háskólasvæðinu eru starfræktar rannsóknarstofnanir sem mynda Norðurslóðanet Íslands. Nú síðast hefur verið komið á fót heimskautasetri í bænum sem gengur undir nafninu Norðurslóð. Heimskautasetrinu ætlað að hýsa nokkrar sýningar sem allar eiga það sameiginlegt að tengjast norðurslóðum á einn eða annan hátt. Það Arngrímur Jóhannsson, fyrrverandi flugstjóri, sem stendur að baki verkefninu. Já, þegar ég kom til Akureyrar eftir ég hætti að vinna, þá langaði við að sjá hvað væri til á Akureyri sem benti á norðurslóðir og það líf sem þar væri. En ég bara fann ekkert. Það eina sem var bent á var stofnun Vilhjálms Stefánssonar sem var út í háskóla, en hún var ekki mjög aðgengileg. Það var svona farandssýning þar og við svo fólk sem að vinna þar miklu og góða vinnu, rannsóknarvinnu og þar en mjög aðþrengdu húsnæði. Síðan var það að ég hef verið að safna kortum gegnum árin, frá því ég var siglingafræðingur í gamla daga og á svona vel á 2000 kort. Og það líka gaman að eiga þessi kort ef einhver sérðu. Svo mér datt í hug að koma þeim á einhverja smá sýningu, kannski eitt herbergi eða svo. Síðan komst ég í sambandi við afkomendur Vigfúsar Gnandalsfara og þá var komið þarna eitt hjól í viðbót, síðan með náttúrugripina. En nú þetta hefur svona undið upp á sig allt saman. Og það orðið að þessu. Þetta hús 640 fermetrar og vel nýtt. Og flesti þeirra hluta sem að finna á sýningunum eru í eigu Arngríms. Já, mest af þessu. Eða safnið, fuglunum og dýrunum var, safninu var ánafnað því. Nú til þess að það menn sem heiga til þess víkingaskipin. Og svo á ég mest af þessu sjálfur og á húsið bara. En að vissu voru flugleiðinni á Íslandi stundum í byrjun. Þeir hafa ekkert komin eitt nálægt í meira. Hvers vegna fer maður út í að safna svona miklu? Ertu haldinn söfnunar áráttu? Nei, ég það ekki. Bara þetta einhvern veginn bara laðast að manni. Og ef við löpum þetta þá sjáum við hvernig þetta hvernig eitt kemur öðru á stað. En ég ekki með söfnunar áráttu vegna þess að ef ég hef eitthvað hendurnar að leggja fram búin að tína því. Svo hérna þetta komið svona í svona sæmileg skikk. Hvernig sér þið fyrir þér hlutverk þessa heimskautamiðstöðvar svona þegar frá líður? Þetta ekki safn, þetta eru sýningar. Og ég vil vinna til þess að þetta veri óborganlegt fyrir skólana, við náttúrugripparnir. Og sagan þarna frá landnámi Íslendinga og þeirra sambandi við grænlendinga. Við komum til með að gefa því svolítið tíma og stað landflutningarnir frá Austur-Asíu inn til Kanada-eskimóana og það 2600 árum fyrir Krist og það lítið þekkt og við erum að koma því á pappír og svo ég bara lít á þetta bara fræðasetur. Það hefur verið hitt þess að þetta verið alltaf mikið af fuglum en ég segi nei vegna þess að þetta ekki listasafn. Þetta fræðasafn og mann geta komið og ef þú vilt fara og lofar að snerta ekkert, þá getur þú farið og skoða hvern fugl fyrir sig. Norðurslóð staðsett í sögufrægu húsi við Strandgötu, steinsnar frá bryggjunni þar sem ferðamenn stíga á land úr skemmtiferðaskipum. Í seinni tíð þá væri það ekkert verra að fá túristæðin inn, en það var ekki upphafið. Og svo skemmtilegt með þetta hús að 1953 þá var ég sendist hérna. Það var minn fyrsti vinnustafur og líklega það svo síðasti líka. Frábært. Ef við ekki bara labba hringu og ekki sýna mér valda hluti? Þetta er bara víkingaskipin og svo komu skip eins og áttaringunni hérna. Þetta var algeng skip hérna með strendurnar. Og hérna fiskiskip og líka, menn fóru hérna út alltaf á þessu. Þetta hefur verið notað bara til veiða og... Já, notað út allt. Getur þú sagt mér þessu hérna? Hvað erum við að tala um hér? Hér
dálítið merkilegur hlutur. Þetta kort, strandkort, sem þeir í staðinn fyrir að teikna, þeir gátu það ekki, heldur tóku þeir mjúk tré og teiknuðu eða tálguðu út fjöllin sem þeir sáu. Og í staðinn fyrir að horfa á þau, þá voru þeir með þetta eins og hann stendur hérna, he's got the whole coast in his hand. Hann var með kortið í vasanum og þreifaði á því. Þreifaði á því til þess að finna út? Eins og blindraskrift, já. Þannig er það fyrsta sem veit kortagerð í Grænlandi. Norðurslóðasetrið hefur að geyma fjölmarga náttúrugripi og meðal annars yfir 300 fuglategundir. Ég er búinn að dreifa þessu um allt húsið. Já. Og það ennþá með nokkra fugla uppi. En það er svo mörg afbrigði af öndunum. Afbrigði allir sköpfuglarnir sem eru hérna sem hefur aldrei heyrt talað eins. Að þú ert með nafnið og hver hefði stoppað þetta upp. Og svo er þetta með sumir fuglarnir eru hérna í bæði sumar og vetrar haf. Grænland skipar stóran sess í sýningum norðurslóðar og ber þar hvað hæst saga Vigfúsar Sigurðssonar sem fór fyrstur Íslendinga yfir Grænland árið 1912. Þeir fóru með 20 tonn hérna frá Akureyri á skipinu og voru með flutninginu fóru á hestunum upp á jökulinn og þar bygguðu til þetta hús. Þeir voru með það í flekum og fóru með það á hestunum upp. Já, þeir smíðuðu sér bara hús á staðnum? Já, þeir kalluðu borgir, eða borg. Hvað voru þeir að gera þarna? Bara þetta fyrsta rannsókn sem við gera á veðurfari og jöklinum, bara sem menn hafa gert. En hér er ég með upprunalegu bækurnar hans. Já. Og hérna til þess eitt merkilegt að kælingin þvílík að þeir eru að grafa hestana á hverju kvöldi. Þeir grófuðu niður og tjölduðu svo yfir. Það hefur tekið tíma? Tók 34 klukkutíma á hverjum degi, bara að grafa hestana. Hérna höfum við hundasliða frá Vestur-Grænlandi og mynd sem gerður fyrir mig til þess að hafa einmitt á þessum stað. Þetta er raunverulegur sliði? Þetta er raunverulegur sliði, allur bundinn saman. Allur bundinn saman? Það er bara ekki fæst miklu meiri styrkleiki út úr því að Danirnir reyndu að koma með sliða sem þið skrúuðu saman og hann brotnaði bara strax. Þessi gefur eftir þegar hann á að gefa eftir. Það er hérna alltaf sem merkilega, húnamenn komu með þetta og voru búin að splæsa handa mér bremsum. Þetta eru bremsur sem við notum á sliðana. Hvernig bremsa maður þessu? Þá setjum við þetta bara framfyrir hérna. Það hendur þessu svona. Hérna undir.